Snembær kynþroski eldisfisks almennt séð með stærstu vandamálum sem eldisfyrirtæki glíma við. Kynþroska eldisfiskur eyðir mikilli orku í myndun kynkirtla sem aftur dregur úr vexti fisksins og rýrir bæði flakagæði og afurðarverð. Nýjar rannsóknir Hafrannsóknastofnunar hafa sýnt að snembær kynþroski mun stærra vandamál í íslensku bleikjueldi en áður var talið. Þó að sýnilegur kynþroski sé lítill í eldisfiski getur vaxtarskerðingin orðið mikil og valdið miklu fjárhagslegu tjóni fyrir eldisfyrirtækin. Rannsóknir á utangena erfðum hafa sýnt að kynþroska aldur fiska ákvarðast ekki eingöngu af erfðum, því umhverfi og sér í lagi hitastigið hefur afgerandi áhrif. Það sem niðurstöður okkar sýna að hár hiti á seiðastiginu verður til þess að fiskurinn verður snemma kynþroska. Og þó að seiðin vaxi hratt við háan hita, til dæmis 12 gráður, þá hefur eldi við 12 gráður afleiðingar í för með sér seinna í eldisferli. Í verkefninu Kynþroski í bleikjueldi markmiðið að öðlast betri skilning á því hvernig kynþroskaaldur stjórnast af erfðum og umhverfishita. Í gangi eru eldistilraunir sem miða að því að kortleggja áhrif hitastigs og hvernig megi nýta jarðvarma til að hraða vexti án þess að flýta fyrir kynþroska. Með aukinni raðgreiningu á erfðavísum má fá dýpri skilning á samspili erfða og umhverfis sem nýta má til að hraða erfðaframför. Hafrannsóknastofnun jafnframt í samstarfi við Háskólann í Maryland, þar sem unnið að þróun aðferða við fjöldaframleiðslu á ófrjóri bleikju. Að ræða svokallaða genaþöggun sem hindrar tjáningu á nauðsynlegu geni fyrir myndun forstigs kynfrumna. Meðferðin framkvæmd með böðun á ófrjóvguðum hrognum og veldur því að forstigs kynfrumur þroskast í líkamsfrumum sem leiðir til þess að fiskarnir verða ófrjóir. Aðferðin í þróun fyrir laxfiska og nýlega náðist 70% ófrjósemi í tilraun með laxahrogn. Aðferðin ekki flokkuð sem erfðabreyting og þar með spennandi kostur í fiskeldi. Í þessu verkefni nú þegar búið að gera 2 genaþöggunartilraunir með bleikjuhrogn frá Samherja. Tilraunirnar taka langan tíma en vonast til þess að á árinu 2022 verði hægt að staðfesta árangur sem gæti boðað grundvallarbreytingu á forsendum bleikjueldis hér á landi. Markmiðið með þessum rannsóknum að finna hagkvæma lausn á kynþroska vandamáli bleikjueldis til hagsbóta fyrir bleikjueldi á Íslandi.